komið sæl. Það var blíðskaparveður víðast hvar á landinu í dag, en það voru með hæðarhrygg yfir landinu, því sólríkt og svona tiltölulega milt getum við sagt. En það byrjaði nú strax að draga upp á himinn frá þessum skýlum sem eru hér vestur af landi og nálgast okkur nú hægt og bítandi og við búið að byrja nú að rigna frá þessum skýlum hér vestanlands upp úr miðnætti, en skýlin ganga síðan austur yfir landið á morgun og ætla nú svona að fara yfir hér vesturlandið í fyrramálið, en þessi skýlir er að koma hér með, eða þessi suðurlæga átt, hún er að koma hér með hlýtt loft yfir til okkar, en við sjáum að þegar að skýlin ganga yfir þá verðum við allan svona tímabundið aftur í aðeins kaldari loftmassa. En ég nefndi það að myndi byrja að rigna hér upp úr miðnætti allra vestast á landinu og við sjáum nú svona þróun á þessu hér í þessu korti sem að gildi hér frá 18 og þá sjáum við það er svona þunn grár litur í þessu sem að táknar þá þessa háskýjahulu sem að hefur verið hér yfir vestanverðu landinu nú seinnipartinn. En skýlin að koma hér inn á vestanvert landið miðnætti og auðvitað náttúrulega hvöss suðaustlæg átt á undan skýlunum, en klukkan 9 í fyrramáli þá verða svona skýlin við það að fara í gegn á Reykjanesskaganum og einnig utarlega á Snæfellsnesi, og við sjáum það að þegar þau fara yfir þá verður vindur suðvestlægari og dregur mikið úr vindstyrk. En það er talsvert hvassur í þessu á undan skýlunum og einnig talsvert úrkoma hér allan á köflum sunnan og vestan til á landinu. En síðan halda skýlin áfram för sinni austur yfir landið og þegar þau eru hafa farið yfir þá getur nú rofað eitthvað til að baki skýlunum, en einnig má þá reikna með að það geri skúrir, allan stöku skúrir getum við kallað það, en seinnipartinn á morgun þá verða skýlin komið hér yfir austanverðu verður væntanlega enn að rigna hér á Suðausturlandi og Austfjörðum á þessum tímapunkti, en að öðru leyti vindur orðinn öllu spakari þótt skúraleiðingar séu nú að finna svona í flestum landshlutum. En á mánudaginn þá verður svona til þess að gera rólegt veður á landinu, jafnvel nokkuð bjart víða land, það er sennilega skýjað hér allra vestast og við sjáum eitthvað úrkomublett í þessu, það verður afar lítil úrkoma ef einhver, og einnig eru flekki hér landið austanvert sem að tákna þá einhverjar stöku skúrir. Þriðjudagunum verður einnig ágætur í það minnsta framan af degi og jafnvel bjart veður víða á þriðjudagsmorgun, en það fer að anda nokkuð ákveðið af suðaustri þegar líður á þriðjudaginn, enda þá ný skil að nálgast landið úr vestri og þau skil koma hér inn þá á miðvikudaginn, einhvern daginn eftir hádegi eins og spár standa núna, og svona álíka stað og í raun og veru að þá að upplifa varðandi næsta sólarhringinn eða svo. En myndum okkur þá yfir stöðuna í Evrópu og það rigndi víða duglega í sunnanverðri Skandinavíu í dag, til að mynda höfuðborgu Noregs og Danmerkur, öllu rólegra kannski þar á morgun, en það eru svona lægðagangur og víða í álfunni og óstöðugt veður, en það þó nú ekki við Íberíuskagann þar sem verður nú sólríkt og ágætis haustveður og ferð. Í Norður-Ameríku þá eru þeir enn að glíma hér í Suðausturríkjunum við leifarnar af fellibyljunum Delta, mun rigna mikið að það sem að þær leifar að fara yfir, sjáum að það hitir enn í kringum 30 stigin hér í Suðurríkjum Bandaríkjanna og síðan þegar við komum yfir á vesturströndinni þá eru sólríkt þar og hitinn öllu lægri eða í kringum 20 stigin. En það eru sem sé skil að ganga að nálgast landið og þau ganga austur yfir land á morgun, fyrst hér vestan til og það getur nú rignt duglega og blásið á meðan þau fara yfir. En segjum þetta gott að vera í dag, verið sæl.